Já, komið sæl. Það fer mér rólegt að litist á yfirlitskortinu hjá okkur. Hæð hérna yfir Skandinavíu og sem tegir sig hérna yfir Evrópu og í raun og veru hingað til okkar einnig en síðan það sem gerist næst það að það fer nú að bæta í vindinn hérna á norðvestan til á morgun, verður svona nokkuð stíf suðvestanátt svona tíma og síðan þegar kemur fram helgina þá sjáum við hérna það eru úrkomukerfi sem eru svona að nálgast okkur úr suðri. Og ef við skoðum hvað að gerast á hitasviðinu að þá er svona milt loft sem að koma til okkar þannig að við fáum ágætis hita á morgun en síðan kemur kalda lofti hérna fyrir norðan okkar til okkar og þá kólnar talsvert á landinu og þá sérstaklega hérna á norður- og austurlandi en suðvestan til ætti nú áfram að vera svona þokkalega milt og hitatölu lækki. Ef að við skoðum þá hvernig Íslandskortið lítur út á morgun að þá verður, eins og ég segi, þá bætir talsvert í þessa suðvestan átt norðvestan til í fyrramálið og gæti orðið bara nokkuð hvasst á morgun og síðan gengur þetta niður í raun og veru aðra nótt en annars staðar á landinu vindur með minni og bara í rauninni fínasta veður einhver væta hérna vestan til allra eða sérstaklega á norðvestan til á landinu en annars ætti að vera þurrt og nokkuð bjart og hitatölurnar svona almennt á bilinu 8 til 12-13 stig. Og á sunnudeginum að þá fer nú svona förum við að sjá aðeins í þessa norðanátt og þá fer nú á kólna að hitatölurnar eru komnar niður í kannski 2-3 stig hérna á norðausturhorninu mun hærra hérna landið sunnanvert en almennt ætti að verða nokkuð bjart veður en þó getum við áfram búist við einhverju vætu norðvestan til á landinu. Og á mánudeginum að þá fer vindur svona verður svona breytileg átt á landinu þar farið að kólna enn frekar orðið frostjafnvel hérna á norðaustan til á landinu og ef það dettur niður einhver úrkoma hérna eins og spáð hérna á suðaustan til á landinu þá gæti það orðið jafnvel snjó eða slydduél en sem sagt það fer að vaxa vindur úr suðaustri og þykknar upp þá hérna sunnan til en ætti að verða nokkuð bjart norðanlands. Og áfram á þriðjudeginum að þá nú komin nokkuð svona ákveðin suðaustanátt farið að orðið svona þungbúið á landinu og farið að svona hlýna aftur aðeins en farið að rigna þá hérna sunnan til en ætti að verða þurrt á Norðurlandi. Og ef við skoðum hvað að gerast í kringum okkur að þá á nú að rigna hérna í Skotlandi og Írlandi á morgun Skandinavíu sólríkt en kalt í veðri og ef við einhverjar skúraleiðingar hérna í kringum Alpana, fínasta veður á Ítalíu þar sem ætti að verða léttskýjað eða heiðskýrt og einnig gott veður hérna í Grikklandi og hitatölurnar svona hámarkstil hitatölurnar svona í kringum 20 stigin. Og síðan ef við förum áfram að Atlantshafinu að þá nú fínasta veður bæði Portúgal og Spáni bjart yfir og hitatölurnar komnar svona vel yfir 20 gráðurnar og sömuleiðis fínasta veður í Frakklandi, kannski einhverjar skúraleiðingar hérna sunnan til. Og á Kanaríeyjum verður fínn dagur á morgun, það ekki spáð neinni úrkomu, það verður heiðskýrt eða léttskýjað og hitatölurnar svona í kringum eða svona rétt yfir 20 gráðurnar. Og ef við förum vestur hafa þá nú lægðakerfi hérna sem á leiðinu austur á bóginn og það verður talsverð rigning hérna við vatnið miklu og þessi skil teygja sig raunin alveg suður að Mexíkóflóa en við austurströndina verður fínn dagur, heiðskýrt og 18 stiga hiti í New York og sömuleiðis hlýtt og bjart við vesturströndina nema rignir í Seattle. En á morgun hjá okkur þá verður nokkuð hvasst hérna norðvestan til á morgun en aftur á móti verður annars staðar vindur mun hægari og gæti orðið nokkuð þurrt og bjart nema síst á norðvestan til. En látum þetta duga, verið í kvöld, verið sæl.